Já, komið sæl og blessuð. Ólafur Rún Skúladóttir, fréttamaður, hefur gengið til liðs við okkur og ég vil nota tækifærið að bjóða þig velkomna, Ólöf. Þakka þér fyrir það. Ísland í dag. Já, það ekki talað annað í þessu landi en nýjasta útspil Sverris Hermannssonar, fyrrverandi landsbankastjóra, að bjóða sig fram í næstu alþingiskosningum. Og við heyrum hér á eftir viðbrögð bæði stjórnmálamanna og almennings. Og svo það hún Gabriela Guitarra. Hún ætlar að vísa ekki að bjóða sig fram, en hún ætlar að dansa fyrir okkur þann eina og sanna flamenco dans eins og spænskir einir kunna, með þvílíkum tilþrifum og blóðhita að það hálfa væri nóg. En fyrst það hinn óþekki strákur Sverrir Hermannsson sem nú ætlar að bjóða sig fram. Ólafur Þ. Harðarson, stjórnmálafræðingur, situr hér hjá okkur. Ólafur, líklegt að Sverrir sópi til sín fylgi? Já, það getur nú enginn sagt það á þessari stundu. Hvernig þessi flokkur sem að reyndar ekki stofnaður ennþá muni arta sig, og við vitum í sjálfu sér ekki endilega mikið líðhylli Sverris, þó að hann sé nú óneitanlega reyndur og vígfimur. Hins vegar þá það nú þannig að ef við lítum á síðustu 25 árin eða svo, að þá hefur það gerst í þó nokkur skipti að svona öflugir stjórnmálamenn hafa brotist út úr sínum gamlu flokkum og stofnað nýja flokka, og yfirleitt hefur það gengið vel. Hannibal Valdimarsson leiddi Samtök frjálslyndra og vinstrimanna 1971 og fékk eina 5 þingmenn. Vilmundur 83, Albert Guðmundsson fór með 7 menn 1987 og síðan var þjóðvækin og töluvert í kringum Jóhönnu Sigurðardóttur 95, þannig að fordæmin segja okkur að stjórnmálamenn sem eru svona dálítið öflugir, þeir eiga að minnsta kosti mjög góða möguleika á því að ná þetta 7 til 11% fylgi. Já. En hvað skildu þingmenn segja þetta? Þingheimur hefur vafalítið rætt þetta eins og fleiri í dag. Við skruppum niður á Alþingi í dag og heyrðum hljóðið í nokkrum þeirra. Fyrst svarar Einar Oddur Kristjánsson, þingmaður Sjálfstæðismanna á Vestfjörðum. Já, það nú bara hans hugmyndir, og það var allir rétt til þess að stofna stjórnmálaflokka og allir hafa rétt til að bjóða fram. En Sverrir hefur nú verið í flokk með mér, eða Sjálfstæðisflokknum, alla tíð. Þannig að mér kemur þetta nú heldur og óvart. Einnig það að hann ætlar nú að taka baráttuna fyrir breyting á fiskveiðistjórninni. En við höfum lengi reynt það hérna innan Sjálfstæðisflokksins, nokkrir, sérstaklega við Vestfirðingarnir, að fá breytingu þar á. Reynt að berjast fyrir því, tapa þeirri barátt alltaf, hingað til. En ég minnist þess aldrei að Sverrir Hermannsson hafi verið þar, þar sem við höfum verið reyna að knýja á breyting á þessu. Ég hef aldrei vitað til þess að hann legði til lið, þannig að þetta mjög nýtt. Lítur á þetta sem skell fyrir flokkinn ef að Sverrir fer að stofna nýjan flokk? Ég hef nú ekki að leyfa mönnum að stofna sína flokka, og ég hef ekki láta bara hlutina ganga fram. Í minni sveit hefur það aldrei þótt neitt betra fyrir en eitthvað annað. Þeir sem fara að gagga á hann í verpa, það held ég að sé hafi enga þýðingu. Sverrir hæfileika maður og skemmtilegur náungi. Hann getur vel hrifið fólk með sér, og það auðvitað réttur hans að láta til sín taka í þjóðfélaginu, og það hafa ýmsir gert þetta áður. Jóhanna í síðustu kosningum, Eggert Haukdal, Albert Guðmundsson, Vilmundur, svona mætti lengi telja, Stefán Valgeirsson. Og mér finnst það ekkert óvart að Sverrir léti verða af þessu. Áttu von á því að þetta verði klofningur út úr Sjálfstæðisflokknum eingöngu eða sambræðingur fólks úr öllum flokkum? Það hefur nú sýnt sig að það alltaf einhver hópur í þjóðfélaginu ónægður og tilbúinn að slást í svona ferðir. Finnst þér þetta vel eða miður ef af verður? Ég hef engar skoðunar á því. Ég myndi út af fyrir sig fagna því að eiga dagleg samskipti við Sverri eins og við höfðum hér í gamla daga, ef að hann kemi hér í þingmannahópinn aftur. Hvernig líst þér á hugmynd Sverris að stofna nýjan stjórnmálaflokk á Íslandi? Það býsna athyglisverðar og ekki síst þessi nöfn sem hann nefndi til sögunar. Þau eru að vísu kunnuleg sum þeirra frá svipuðum umræðum. Það að segja sérframboð og alls konar svona uppákomur. Menn sem hafa verið tiltölulega lausbeislaðir í pólitík, þannig að þetta eru kunnuleg andlit, en
Ég ætla nú að sjá kannski stærri hóp áður en ég get svona úrskurðað það í huga mér hvort að ég sjái þetta verða að veruleika. En þetta er spennandi. Það er alveg augljóst mál að Sverrir er auðvitað að fiska svona okkar miðum í mörgum þessara mála, það er að segja í sjávarútvegs og hann nefndi nú raunar hálendismáli líka. Það er að segja að það að Íslendingar eigi Ísland. Ég hef engar áhyggjur af því hins vegar að hann sæki í okkar fylgi. Vandamáli hefur kannski verið það að við höfum ekki fengið það fylgi sem að okkur ber, það er að segja stærstu hluti þjóðarinnar er sömu skoðunar á við en hefur einhver hluta vegna kosið aðra flokka. Þannig að ef hann er að sækja í þessi sjónarmið hjá almenningi þá tekur hann það væntanlega frá ríkisstjórnarflokkunum. Þannig að ég svo að þeim sé ekki mjög skemmt upp í stjórnarráð þessa dagana. Já, hverjum skemmt, Ólafur? Frá hverjum myndi Sverrir taka fylgi ef hann biði nú fram í öllum landsfjórðungum? Já, það er nú ekki gott að segja. Það er til dæmis ekki ljóst hverjir yrðu með honum. Það er ekki ennþá ljóst nákvæmlega hvaða málefna áherslur yrðu þó að það virðist vera að hann ætlar ekki mikla áherslu á kvótamálið. Fljótt og lítið heldum en kannski að hann myndi fyrst og fremst taka fylgi frá Sjálfstæðisflokknum og það er nú kannski ekki ólíklegt en ég vil þó minna á það að til dæmis 1987 þá var það svona 60-70% af fylgi borgaraflokksins hjá Albert sem kom frá sjálfstæðismönnum, hitt kom frá öðrum, þannig að foringi eins og Albert hann höfðaði til fleiri heldur en sjálfstæðismanna. Já, Albert kemur einmitt inn í síðustu kosningum þá, svo ég klárið það að þá var það innan við helmingur af fylgi þjóðverka sem kom frá Alþýðuflokknum, þannig að það er ekki bara einn flokkur sem höfður er í. Albert kemur einmitt óneitanlega upp í hugan þessa dagana eftir síðustu tíðindi. Hvað er sammerkt með því sem er að gerast með þessa tvo menn? Já, það sem er sammerkt með þeim er náttúrulega að þeir eru báðir fyrrum ráðherrar og þingmenn Sjálfstæðisflokksins og borgaraflokkurinn var í rauninni fyrsti alvarlegi klofningurinn sem að Sjálfstæðisflokkurinn varð fyrir á sínum ferli. Nú aðdragandinn að framboði Alberts á sínum tíma var óneitanlega mjög dramatískur, hann þurfti að hætta sem ráðherra. Sjálfstæðisflokkurinn ætlaði að hafa hann efstan í Reykjavík samt. Og við erum að ganga í gegnum dramatíska daga í pólitíkinni núna. Sverrir Hermannsson er að hlusta að þetta. Heyrirðu í okkur, Sverrir? Já. Hvernig líst þér á útskýringar stjórnmálafræðingsins? Hver var þessi síðasti? Sá sem ég er að tala við núna er Ólafur Þ. Harðarson. Já, Ólafur Þ. Já. Hérna stjórnmálafræðingur úr Hafnarfirði. Já. Já, ég hef ekkert sérstætt þetta að segja. Nei. Þetta er allt nýtilkomið að menn er ekki búin að ná áttum. Eðlilega, Sverrir, ég ætlaði að biðja að hingra á línu því að ég kem með svolítið skilaboð úr miðbæ Reykjavíkur til þín því að ég ræddi við fólk í dag þar og það ætluðu eiginlega allir að kjósa þig, hlustaðu og horfðu á þetta, býtu. Já. Já, hann er alveg klár sem er að gerast í þjóðfélaginu. Hann veit hvað hann syngur? Já, mér finnst það. Já. Ég bara, sko, hver kýs hann? Ég er alveg gáttuð. Ég myndi ekki bjóða mig fram ef ég væri Sverrir. Alveg endilega Sverrir Hermannsson, það er ég nú hræddur um. Já. Ég er hrifinn af þeim kalli, helvítin ég hrifinn af honum. Hvað ertu svona hrifinn af í fari Sverris? Já, þetta er sko sannur víkingur. Svona hafa þið verið í gamla daga, eins og hann. Af hverju? Er ekki Sverrir eitt af þeim sem ætlar að sprengja Ísland? Og mér finnst það mjög gott. Þú myndir ganga til liðs við hann? Já, að sjálfsögðu. Ef hann hefði hagað sinni sem maður. Og hefur hann það ekki? Já, hann gerir það náttúrulega ekki eins og en ef hann ætlar að haga sinni sem maður, þá myndi ég kjósa. Þú ert staðráðinn í að styðja Sverrir, af hverju? Bara því að mér líkar ágætlega við það sem hann segir og gerir. Já. Þannig að hann á þitt atkvæði? Alveg fint, pottþétt. Já, ég meina, ég er ekkert að segja að hann sé kannski beint legari en ég myndi samt ekki treysta honum til þess að akta stærra ábyrgð heldur en hann var með. Nei, kemur ekki mála. Ekki ég. Af hverju ekki? Af hverju ekki? Þetta er alveg bjánum að. Hann er leiðandi að skjóða. Já. Ég veit að hann er fagmaður, hann hefur reynslu og hann hefur reynda menn með sér. Ég myndi sennilega kjósa Sverrir, já, ef að Sjálfstæðisflokkurinn sér ekki að sér. Ég er gammal sjálfstæðismaður.
Sverrir, ætlar að haga þér eins og maður? Einn sagðist ætla að kjósa þig ef þú gerðir það? Jú, þetta verður maður að reyna. Kemur þetta þér? Það hefur gengið sér nokkuð illa að ala mig upp, en sama maður verður að vanda sig á. Þú fer nú að styttast aðeins í 70-aldurinn hjá þér, ertu ekkert að vera of gamall til að fara á þing? Nei, ég held að Adenauer hafi byrjað á þessum aldri. Ef maður rétt. Komu þessi viðbrögð úr Austurstrætinu þér á óvart, Sverrir? Já, ég verð nú að játa það. Því að mér heyrðustu vera nokkuð einróma svona, þó að vita væri ekki allir, en ótrúlega margir. En menn eru að spyrja sjálfan sig, Sverrir, hvað það þú hefur nefnt kvótamáli sérstaklega sem þú myndir berjast fyrir ef að úr yrði. Hvað viltu gera við kvótan? Ætlar að afnema hann eða hvað ætlar að láta koma í staðinn? Við ætlum að skila þjóðinni eign hennar. Og hvernig ætlið að fara því? Það ætlar enginn að ráða á sjávarútveginn. Við ætlum að halda áfram að hafa öflugan sjávarútveg og við munum styrkja og styðja hann. Frjálsar veiðar eða hvað? Já, nú ætla ég ekki áður en ég næ nú sambandi við félaga mína sem að setja niður stefnuna í kortið, þá ætla ég ekki að fara að messa hér og nú það. Það verðum við að slípa og vanda vel þar sem hvernig við í smáatriðum útfærum stefnuna. En eitt geta menn alveg séð fyrir sér að við þetta sem nú, það skipulag sem nú er ólífandi. Það var einmitt það, ólífandi við þetta skipulag, segir Sverrir Hermannsson. Og hér andartak flamenco dans eins og hann gerist bestur, en strax eftir auglýsingar.